Yes. Hæ, Guðrún Bergmann hér. Ég mætt með nýjan þátt hérna á YouTube-rásinu minni og gestur minn í dag hún Jóhanna Kristjánsdóttir sem annar helmingurinn af systrasamlaginu. En hvað systrasamlagið, Jóhanna? Systrasamlagið samstarf okkar systra, mín og hennar Guðrúnar systur minnar, eða Gunnu systur. Já. Já, og auðvitað, en samt við sjáum þetta samt svo auðvitað stærra, af því þetta líka bara fyrir alla systur og bræður, Já, ég meina það. Já. Þið hugsið að þessi Já, en auðvitað þetta okkar, fyrst og fremst okkar samstarf. Já. Við vorum og báðar á tímamótum 2013. Já. Og vorum alltaf í leikfimi upp í World Class á Nesinu, sáum alltaf gamla skúrinn við hliðina á gömlu sjoppuna. Já. Þegar við löpuðum úr og í jóga og það var ekkert að gerast þarna bara, já. Já, gamla skaraskúr. Gamla skaraskúr, já. Já, já. Og svo já, vorum við að ræða þetta einhvern daginn og pappa okkar segir við okkur bara gerið ekki eitthvað við þetta og ég athuga að sjá hvort sé laust, hvort sé hægt að leigja þetta og hann náttúrulega svona mjög hvatvís og svona bregst fljótt við, hann hringdi í eigandann og skúr var laus, þannig að þá yrðum við bara að gera eitthvað, Já, ok. En þið byrjið þar? Við byrjum þar 2013 og þetta var náttúrulega bara svona lúgu sjoppa, Já, en já. við tókum framhliðina úr, þannig að það var hægt að labba þarna inn og vildum vera með að því að vítamín og heilsuvörur og allt þetta, en svo vildum við líka setja svona svolítið andan í efnið, og vera með jógavörurnar og svona, og svo auðvitað fórum við að hugsa, við erum hérna fyrir utan sundlaugina, fólk verður að fá eitthvað að borða. Og þá fórum við að hugsa, bara hvað erum við alltaf að gera? Já, ok, gerum nokkuð góða smoothie og þurfum að hafa gott kaffi með lífrænni mjólk og plöntumjólk og góða samlokur og svona, og þannig bara byrjaði þetta. En hvernig komið þessu öllu fyrir í skúrni? Ég man alveg eftir þessum skúra, hann var svo lítill. Já, ég veit það. Þetta svona, þegar var búið að taka framhliðina úr honum, þá leyndi hann á sér, Já, ég skil, já. Við smíðað hillur inn í skúrinn, alveg meðfram, öllum veggjum. Já. Kæliskápur sem við nýttum og þetta var allt mjög ekonomískt og umhverfisvænt, Já. Já, þetta var ótrúlega hvað var hægt að koma fyrir þarna, Já, en hvað voruð þið lengi þarna? Við vorum til 2017. Flytjum í mars 2000, byrjum að framkvæma þarna 2016, ætluðum náttúrulega alltaf að flytja fyrir eins og alltaf en svo dróst þetta til júní 2017. Sem þið flytjið þá á Óðinsgötuna? Já. Og búin að vera það síðan, en þá í rauninni fyrirtæki 11 ára í dag? Já, þetta 11 ára. Þess ári, já, ok, til hamingju með þetta, alveg frábært. Já, það bara ótrúlegt, En þú náttúrulega svo langa sögu í þessum heilsugera, því ég man eftir þér fyrir svo langa löngu í heilsuhúsinu. Já. Gamla á Skólavörðustígnum. Já, ég byrja 1987, þá var heilsuhúsið á Skólavörðustíg 1A, þarna horninu á Laugavegi og Skólavörðustíg. Ég byrja að vinna þar bara sem 19 ára kona, bara svona í pásu, frá því að svona áttamáði hvað ég vildi gera, þangað til þegar ég stór, Já. Og svo já, bara vatt þetta upp á sig. Ertu ekki búin að vera á fleiri stöðum? Ertu búin að vera hjá heilsuhúsinu allan tímann þangað til þú settur upp þitt eigið? Nei, það komið þarna smá, ég náttúrulega fór einu sinni í háskólann, fór í sálfræði og svo fór ég í næringafræði og svona, en þetta var aldrei það sem gaf mér ekki það sem ég vildi, Ég vildi ekkert fara að reikna einhverja formúlur eins og í næringafræðinni og vera í starffræði með verkfræðinemanum og svona, þannig að ég bara hætti. Já. Og þau tóku alltaf við mér aftur í heilsuhúsinu. Voru alltaf til ég að ráða mig aftur. Já, alltaf skortur á góðum starfsmönnum, sérstaklega sem víðtæka þekkingu. En hvernig, ég hef komið í systrasamlagið og þeir eru með kaffihús og þeir eru með aðstöð, þeir eru með jógatíma þarna inn í þar sem manni finnst vera svakalega lítið pláss, en það ótrúlega mikið sem getur gerst hjá okkur.
Já, sko, við byrjuðum að vera með jóga en svo var þetta bara of mikið rask, einhvern veginn að færa allt til og þetta er lítið, en við höfum verið með hugleiðslu alltaf á föstudagsmorgnum klukkan 10 með henni, hún er Telma Björk Jónsdóttir sem er með okkur og það hefur, já, svona undantekningalaust frá 2017, alltaf á föstudagsmorgnum og frítt og bara opið fyrir alla, bara dásamlegt. Og er mikið af fólki sem kemur? Já, það er alltaf, alveg og góðu kjarni og svo auðvitað róterast þetta svona fram og tilbaka en já, það er alltaf bara góð mæting. Alltaf góð mæting. Það er já, þú sagði kjarni af því þú ert í miðbænum og þetta er náttúrulega svolítið miðast við kannski að fólk labbi til þín eða það kemur ekki keyrandi úr útkverfunum þannig það er meira kannski þeir sem er í kringum. Mér finnst þetta bara að vera mýta. Það er alltaf hægt að fá bílastæði hérna niðri. Auðvitað þarf þetta að borga fyrir það, ok, en það er alltaf hægt að fá bílastæði. Já. Það er bara, þú veist, mín upplifun að já, það er bara ekkert. Já, ég meina sko, fólk kemur kannski til að versla en það kemur ekki endilega til að mæti hugleiðslu klukkan 10. Jú, það gerir það. Það gerir það, já. Bara ef að fólk já, það er bara ekkert mál. Það er frábært, en sko, ég er náttúrulega búin að sjá mjög ljúffengar kökur hjá okkur á kaffihúsinu. Ég er ekki búin að prófa þær. Já, eins og maður segir, sko, þetta var það sem við vorum svona hræddastar við, þannig séð, að því við erum með bakgrunn kannski meira í Gunnar systir í blaðamennsku og svona fjölmiðlum og svona kynningastjórn og svona og ég í heilsuhúsinu, en svo auðvitað elsku við heilsufæði og gaman að elda, en þetta var svona það sem við vorum smekasta við, en við fórum bara að gera þetta eins og við myndum gera heima hjá okkur og við nota bara gott hráefni og útiloka sykurinn og hvítakveitið og allt þetta sem að við höfum ekkert að vera að borða og fórum bara að baka og búa til og það bara virkar, fólk virðist vilja þetta sko. Ég held að sé ekkert, ég sá svona pekanköku hjá þér þegar ég var síðast. Hrikalega glæsilega eða svona ekki í kolvetnum þann daginn þannig að það fær að bíða þær til sér. Glútenlaus og við kallum hana vegan pekan og þetta er svona eiginlega, hvað ég var að segja, eina af okkur svona signature eða svona kökum sem verður alltaf að vera til og kemur bara sérstaklega til þess að fá. Já, kemur sérstaklega, ég get alveg búið því. Leit þannig út, ég sá þetta þanga leiðir. Og með kókosjógurt eða rjóma því það má blanda þessu saman. Já. Það er ekki. Já. Þeir eru með kókosjógurt með þá? Já, fáum góða kókosjógurt svona, og hún passa mjög vel. Já, eða rjóma. Eða rjóma, já. Hvort sem er. En hafið þið verið með eitthvað meira svona, þú veist, sem að fólk getur gætt sér á hjá ykkur? Er þið með einhverja vefjur eða eitthvað svoleiðis? Sko, við erum alltaf með súpu, alltaf vegansúpu. Svo erum við með samlokur, súrdesamlokur og svo erum við með alls konar smoothie og við erum með tíagrauta, svona sítrón tía og súkkulaði tía og svo erum við með acai eða svona berjaskál. Já. Og við gerum allt sjálfar, nema að baka brauðið. Það er eina sem við gerum ekki, því við kaupum brauðið frá Sandholt og hann gerir það svo vel. Það er svo svakalega góð, já, ég er alveg saman, það gerir mjög vel. Það getur verið að koma og næra sig alveg yfir daginn, það er alltaf hvað sem fyllir inn í hádegismat eða og svo erum við líka með alls konar skemmtilega drykki og það er svona það sem okkur er fundið skemmtilegt, það er að þróa svona alls konar drykki, við erum með turmeric latte og sömu setja kaffiskot út í, svo erum við með aðalbláberjalatte úr íslenskum aðalbláberjum og setjum pínlítið af fjallagrössum og flóum þetta saman með kókosmjólk og svo erum við með þetta ceremonial kakó eða hátíðarkakó eins og við köllum það. Já. Þegar við segjum að þetta sé bara að því fólk er að spyrja svona kakó, hvað er þetta? Við segjum alltaf að þetta er bara matur með næringu. Þetta er bara kakó eins og það á að vera, eins og það kemur frá náttúrunni. Já, og svo erum við með svona engiferskot og svona engifer og trönuberaskot og við erum með alls konar. Það er bara rosalega duglega, en þið eru með meira vöruúrval af því að ég sáði ykkur auglýsa er náttúrulega bustan sem ég er ekki með við hendina en sem ég alveg elska, kringlotta til þess að húðbusta og svo ertu með stiftivörur og fleira, hvernig
hvernig gengur allt þetta saman? Bara mjög vel og við erum líka bara svo þakklátara fyrir að hafa tekið ákveðið að blanda þessu saman af því að það náttúrulega, þú veist, þetta kom COVID og alls konar og þá fór fólk að, sko þá kom fólk ekki á kaffhúsið Nei. en þá fór fólk að hugsa svona meir heilsuna og fór að panta á netinu, fór að kaupa sér jógadínu og fór að passa upp á vítamínintökuna og svona þannig að þetta spilar ótrúlega vel saman. Þannig að þetta er bara, já, gott jafnvægi, sko. Gott jafnvægi hjá okkur. Hérna, en vítaminin, ég sé með að þeir eru að auglýsa svolítið annan flöt á vítaminum heldur en flestir aðrir. Já, sko, við erum búin að fara í gegnum sem samfélagi, í gegnum, sko, gjörinn matvæli. Já. Búin að skoða það og svo hefur við að skoða gjörinn og snyrtivörur og aukaefnin. Og núna bara komið tími til að skoða gjörunni vítamín, af því vítamín geta verið gjörunnin, full af fylliefnum, límefnum, jafnvel erfðabreyttum efnum og alls konar irriterandi og litarefnum og svona, en Viridian vinnur þannig að það engin... Viridian hvað það vörumerki? Viridian merkið sem við erum að selja og brest fyrirtæki, 25 ára gamalt fjölskyldufyrirtæki sem já, og að gera þetta ótrúlega vel og hefur vaxið svona jafnt og þétt en hún hefur alltaf verið með leiðarljósi sko að vítamín þurfa að vera virk og siðferðislega unnin og hrein. Þetta svona hennar svona 3 útgangspunktar sem þau vinna með sko. Af því að það svo oft eins og ég segi mikið aukaefnum, litaefnum og sérstaklega kannski í vítamínum fyrir börn oft sætuefni. Já, þau náttúrulega bara skelfilegt að sjá það alveg samanlega í því, sko. Og við segjum alltaf að þú myndir aldrei strá þessum efnum út á matiðinn. Af hverju ættirðu að taka þau inn í vítamín? Já, ég skil. Já. Og kannski, þetta kannski allt í lagi fyrir einhverja, en ef fólk viðkvæmt með viðkvæmt kerfi og þú ert kannski að taka eitthvað 365 daga ársins, þá hefur þetta áhrif. Svakalega mikil áhrif. Já. Svakalega mikil áhrif, já. Og svo þau náttúrulega bara virk og eins og til dæmis fjölvítamíni frá Viridian, það með til dæmis B-vítamínskömmtum sem raunverulega skipta máli. Magnið, það ekki bara svo oft sem út á að skoða fjölvítamín, það rosa mörg innihaldsefni en kannski ekki svo mikið að hverju einu. En þeir vinna þetta, þeir segja þetta svona, þetta hefur svona therapeutikal, eða svona, áhrif, virk áhrif. Þannig að, já. Þannig þeir með önnur B-vítamín heldur en þú ert að finna í öðrum bætiefnum með svona fjölvítamínum eða þeir bara með aðra skammta af þeim? Þeir eru með aðra skammta, svo þeir líka með þessi þú getur fengið þessi fórinu eða coenzymvítamín líka. Já. Sem svona auðupptakanlegri og betra fyrir fólk sem kannski vinnur illa, til dæmis B12 og þessi vítamín. Já, en nú almennt sko bara B12 skortur hjá fólki. Já, akkurat. Af því að við erum ekki að fá það úr fæðunni sem við erum að borða. Já, það og þeir eru margar útgáfur af bæði í fljótandi og svo B12 með öllum öðrum B-vitaminunum saman sko. Já. Og svo líka í fjölvítamininu þá alveg sko góður skammtur B12. Já, ég skil. Já. En nú svolítið mikið að vegan fólki hjá þér, þetta allt vegan? Nei, en sko, hvað segjum við? Það kannski svona 80% vegan, en við erum samt alveg með rjóma og við notum egg í sumt og svona, og eins og en með vítamín þá þau all vegan nema þau eru með fiskiolíu og þau eru með fiskiolíu sem unnin, eða sko regnbogasilungur sem unnin frá landeldi. Já. Erum með olíur úr regnbogasilungi? Já, sem bara frábær olía og bara ég segi að hún selur sig sjálf sko þegar fólk byrjar að pakka hana. Já, ok, já. Það frábært. Hún fljótandi formið eða hún í hylkjum hjá þér? Bæði. Það bæði hægt að fá fljótandi og hylkjum. Já. En hvað fyrir ekki? Já, ég segi, svo Viridian sko, þeir vinna alltaf þannig að
Sko þeir áður en þeir fara með eitthvað á markað, að því það eru auðvitað byrgjar að þurfa að kaupa öðrum byrgjum og sumir eru að framleiða fyrir þau, þá alltaf 130 atriði sem þurfa að standast áður en þeir fara og segja já, við viljum að þið gerið þetta fyrir okkur. Og þeir gera þetta, endurtaka þetta alltaf á nokkra ára fresti, fara alltaf á heimsækja fyrirtækin og þannig að þetta alveg virt eftirlit með því sem þeir eru að gera. Frá þeirra hálfu þá? Frá þeirra hálfu, já. Sem framleiðenda, já. Það náttúrulega rosalega mikilvægt. Já, af því það svo oft sem að fólk með, vítamínir eru með einhverja staðla og svona, þá eru það oft staðlarnir sem eru bara kannski á framleiðsluna, ekki kannski beint á innihaldið, þannig að þetta getur stundum verið svolítið ruglandi fyrir fólk að átta sig á því að því að, já, hvernig þetta unnið, sko. En 130 atriði þetta aldrei mikið? Já, það mjög mikið og þess vegna var, hún Cheryl sem á Veridian og sagði, sko, ég held ég myndi aldrei selja fiskiolíu af því ég var svo bara vissum það væri ekki hægt að fá fiskiolíu sem gæti staðist þessa staðla, en hún sagði þetta eitt fyrirtæki í Danmörku sem með svona landeldi og selur svo flökin líka bara á flotta veitingastað í Danmörku, hún sagði bara anskotin, hann stóðst prófið, sagði hún. Ég myndi aldrei fá fiskiolíu, en ég var það að játa mig, já. Hvaða kröfu gerðum til fiskiolíuna sem var svona há hjá henni? Sko, ég veit ekki nákvæmlega hvað gerði útslagið, en já, ég þarf bara einhvern veginn að kynna mér það aðeins betur, en það voru allavega þessi 130 atrið, en ég þarf að spyrja hana hvað hefur gert útslagið, sko. Af því ég verið að nota krillolíu, mér finnst hún rosalega góð líka, sko. Já, akkurat. Þannig að það Já, það náttúrulega, þú veist, líka, hvað segir maður, að því fólk oft að skoða omega-3 náttúrulega þetta í fiskiolíunni og auðvitað eins og með jurtaolíuna þá líka mann alltaf að breyta þessu í EPA og DHA. Þess vegna svo gott fyrir sum að fá fiskiolíuna, þá eru fitusýrurnar bara á silfurfati og þú getur nýttar. Já, það náttúrulega best, sko. Já. En hvaða skoðun þú með á svona jurtaolíum eins og repjuolíu og öðru þess áttar? Veistu það, ég hef ekki kynnt mér það svo mikið. Sko, það ekki, ég reyni að sneiða fram hjá þessu, ég sneiði fram hjá þessu og við erum ekki að selja neitt í systrasamlaginu sem inniheldur þessi efni, en ég hef ekki farið nógu djúpt ofan í þetta til þess að geta kannski eitthvað mynda mér almennilega skoðun. Nei. En svona yfir höfuð þá ég alltaf með olíur, ég finnst þetta alltaf snúast vinnsluna. Já, hvernig unnið úr. Já, hvernig hún unnin og hvernig hún ræktuð. Og það bara svona lykilatriði, sko. Já. Af því að mikið unni olía og sem notað mikið að leysiefnum og hreinsiefnum, það náttúrulega bara, þú veist, bara eins og einhvers að notað á bíliðinn, sko. Já, einmitt, já. En segðu, hvernig gengur samstarfið hjá okkur systrum? Þið virðist vera svo, samtaka í öllu að daginn fékkst þú kvef og þá fékk systrin líka kvefan. Já, akkurat. Bara mjög vel. Við erum mjög ólíkar, en og svona bæta hver aðra upp. Við getum alltaf talað saman, þó við séum sko ekki alltaf sammála og það náttúrulega bara besti kostur. Og það líka bara eitthvað svona djúp virðing fyrir hver annarri, sko. Og ég var svo ágætt, sko, það var eitthvað sem spurði mig, eru þið alltaf sammála? Og ég bara, nei, alls ekki. Þá sagði hann, hjúk, þá væri önnur ykkur óþörf nefnilega. Já, svoleiðis, já. En við bara, okkur gengur rosalega vel að vinna saman. Við erum bara mjög góða systur. Góða systur, það frábært. En svo á bakvið verslunina svona lítill garður eða útskot eða hvað viltu kalla það? Já, þetta svona lítill leynigarður, eins og við segjum. Sem hægt að setjast út þegar það sól og gott veður, en kannski í sumar hefur náttúrulega kannski ekki verið eins gott veður, en samt voða notalegt að setjast út. Já, ég segi alltaf að september verði góður á þessu ári. Já, það ekki? Já, ég held að. Og ég segi líka stundum, sko, þegar fólk að koma, það ekki, það svo kalt eitthvað, en ég meina þegar ég fer til útlanda, og stundum fer maður til útlanda í september, október, þá sest maður oft út á einhverja veitingastæði og maður bara með teppi í kjöltunni og
í peysu og bara yndislegt, sko. Já, já. Það Það allt annað viðhorf erlendis gagnvart þess að við viljum heila alltaf geta flett okkur fötum Já, hérna á Íslandi akkurat. til þess að geta sest út, sko. En það var eitt sem ég man eftir úr skúrnum hjá Skara. Já, Það var þið voruð að selja svona flothettur. já, við vorum með hérna svona, vorum í samstarf við Flotettu að hérna koma að þessu á svona koppinn og kynna, vorum með stóðum fyrir samfloti í Seltjarnarneslaug og svona svo hérna, já, breytist þetta út og svo í COVID-inu þá tók hún hérna þetta svona yfir sjálf, hún Unnur Valdís og hérna, já, og bara Sem að selja svona flothettur. Já, akkurat. Já, þannig að við vorum svona, í byrjun vorum við í þessu samstarfi sem gekk bara frábærlega vel og bara ótrúlega skemmtilegt. Þið voru svona, að ég man eftir að þið voru alltaf eitthvað, það var alltaf eitthvað að fljóta hjá ykkur. Já, við vorum alltaf fljótandi út allt. En segðu mér, hvað gerir svona flot fyrir líkamann hjá fólki? Sko þetta náttúrulega, sko, það alltaf talað að þetta auki hérna svona þetabilgjurnar. þú nærðir sem slökun og svo þetta líka þú ert í svona ákveðnu þyngdarleysi og við það þá getur líka mér oft farið að rétta sig við og slaka á og svona kannski svona vinna aðeins í hérna því sem þarf að laga sko. Það meina að hann leiðréttist eða? Já, þetta svona kannski, ég sé þetta stundum eins og svona kranió, skilurðu? Þú svona ert að hreyfa við orkunni og líkaminn getur svona oft farið að slaka á og fyrir utan það bara að vatnið hjálpar okkur með streituhormónin og kortisólið og allt þetta. Þannig að þetta ofsalega bara djúp og góð slökun og endurnæring. Endurnæring, sem dásamlegt. Sem alltaf dásamlegt. Eitt sem ég langaði að spyrja af því þegar ég rak augun í það þegar ég var að skoða inn á vefsíðunni hjá okkur. Það andlitsvörurnar eða húðvörurnar sem þið eru með. Á hvað háttur þær öðruvísi en aðrar? Sko, þetta náttúrulega hreinar og lífrænar húðvörur. Þetta kona sem heitir Kim sem býr í Kanada og þetta líka sko, byggt á þessum Ayurveda-vísindum. Ayurveda svona hvað sem að skipta fólki í svona ákveðna líkamstýpur, vata, pitta, kapha og við erum með líkamsoljur sem eru fyrir hverja líkamstýpu og svo þetta andlitsoljur sem líka fyrir vata, pitta, kapha og svo svona andlitsserum, og svo þetta svona smá saman að bæta við maska og hreinsikremum og allt þetta, en þetta umfram allt sko hreint og virkt og ánæg allra svona kemískra efna. Hreinar og snyrtivörur. En lendið ekki vandamál með líkamsgerðirnar út af því að fólk veit náttúrulega ekki alltaf hvort það sé vata, pitta eða kapha og stundum það blanda af tveimur. Jú, það náttúrulega þannig sko að við spyrjum fólk hvort það hafi tekið þetta próf og getum bent, til dæmis það getur tekið það á systrarsamlaginu, en svo þetta sko, vata húð, þurr húð, svona kannski, og viðkvæm, pittan svona oft svona rauðleit og getur verið svona smá irriteruð og svona, og svo kaphan svona feit húð. Þannig að þetta svona útgangspunktar sem oft sem unni með hjá ykkur. Já. Það frábært. Þetta opnar heiminn fyrir nýjum hlutum. Já, akkurat. En af þessu löngu leið sem þú ert búin að vera í þessum heilsugeira, hvað hefur breyst mest? Það farið að taka andlega líðan svo mikið inn í þessa líkamlegu. Fyrst var þetta alltaf þegar maður var sko að hugsa heilsuna, það var alltaf 50% hreyfing, 50% mataræði. En núna þetta sko 33,3% hreyfing og mataræði og svo andleg heilsa. Mér finnst þetta fólk að taka svona andan inn í þetta allt saman. Og svo finnst mér líka bara að það orðið svona leyfi að það ekki alltaf sama fyrir alla. Þú þarft alltaf Það svo 100% rétt sko, það ekki hægt.
ekki hægt að setja eitthvað svona yfir alla línunum. Nei, og það er líka það sem að ég segi oft við fólk, sko, já, en ráðlagður dagskammtur af D-vítamín er 400 alþjóðaeiningar til eitthvað 2000. Ég segi bara, já, það er meðaltal, en það segir ekkert það hvað þú þarft. Nei. Fólk, já, einmitt, akkurat. En fer fólk og lætur mæla sig, fer það í blóðprufur og byrjum að fá niðurstöður? Við erum örugglega mjög óvinsælar hjá læknunum að því ég byrja alltaf á því að spyrja fólk bara hvernig ertu nærð í grunninn, ertu með einhverja svona, hefur tilhneigingu til að vera lág í B12 eða D-vítamíni, farðu aftur mæla þig og þá er stundum sagt, ég er stundum að spyrja lækninn og hann segir bara neður óþarfi. Ég segi bara farðu bara og segðu bara jú víst, ég vil víst láta mæla mig. Þannig að svona, þetta finnst mér, já, við hvetjum fólk til þess að láta mæla sig ef að það er svona á einhverjum, já, gæti verið á einhverjum mörkum. Já, ég man eftir því, sko, ég var svo lág í B12 sem unglingur, ég þurfti að fara í sprautur. Já, akkurat. Og ég hef alltaf fylgst svolítið mikið með því síðan þá, Já. gerandi ráð fyrir að ég sé einhvern veginn ekki að ná það í gegnum fæðuna. Já. Eða ekki vinna úr því, af því það er svolítið mismunandi hvernig við vinnum úr hlutunum og Svo er það líka, finnst mér, sko, að það er fullt af fólki á magasýru lyfjum og magasýran, hún sér að afjóna steinefni og hjálpa þér að taka upp B-vítamín og allt þetta. Þannig að það þarf ofta að skoða þetta líka, sko. Já. Og já, og það er, já, og þessna, og svo er maður búin að sjá, sko, ótrúlega dæmi þar sem eitt dæmi sem ég man eftir þar sem að viðkomandi var nánast komið með, sko, eitthvað vandamál í heiladingul og innkirtlavandamál vegna þess að það var maður bara ekkert, bara í mínus D-vítamínu og B12 alveg í botni. Og þetta er oft, já, þetta er oft, sko, bara, finnst mér svolítið algengt hjá ungum konum. Það er bara, þú veist, og þá fer allt kerfið bara á hliðina. En þú sér það eins og hjá mér, sko, ég er unglingur, ég er í Vestló, gamla daga, sko, þegar ég er að gangi í sprautur B12, ég er eitthvað 16 ára eða eitthvað svo leiðis. Já. Og það segir náttúrulega, sko, enda líka get ég alveg hugsað tilbaka og muna það var bara kók og samlokur sem að maður borðaði yfir allan daginn og svo hafði maður ekki lyst á venjulegu mat þegar maður komið heim. Já, akkurat. Þannig að það var svolítið mataræði þá og náttúrulega aukinn skilningur og það. En mín reynsla er svo að nánast allir séu með meltingarvandamál, það er að segja hægðarlosun og annað þess, ertu sammála mér í því? Já, það hefur bara, mér finnst þetta að hafa verið bara frá því ég byrjaði að vinna í heilsuhúsinu. Allir að fókusera á meltingunni. Og það er líka bara svona margt sem byrjar þar og þú veist, þegar fólk er að tala að sé með bólgur og svona alls konar, þá sko byrja alltaf að spyrja bara hvernig er meltinginni, er eitthvað sem þú getur gert til að bæta hana. Já. Og þá sér maður svona oft líka bara hvort að fólk sé tilbúið til að skoða það, stundum tengir fólk ekki og bara vill ekki tengja. Og þá bara vinnum maður með það en svo er fólk alveg, já, einmitt, athyglisvert, já, einmitt, ég þarf að skoða þetta og svo oft bara, eða mjög oft þegar fólk fer að vinna með meltingunum þá fer svo allt annað í lag. Já, hún náttúrulega, sko, deilir orku og öðru þess að þetta er útilokkað. Það sem ég er búin að vera að gera núna er ég er búin að vera að nota laxerolíu bakstra á kviðinn í tæpa 6 mánuði. Já. Þess að 5,5 alveg, já. Og ég er að finna svakalegan mun. Já. Og ég er að finna svo mikið mun á bólgum og öðru þess aftar sem voru og samgróningum sem er að leysast upp. Já. Þannig að ég held að sko meltingarvandamálin hjá mörgum sem er að vinna í þeim í dag séu miklu djúpstæðri heldur en bara það að þú getur tekið inn meira magnesíum eða eitthvað þess að. Já, akkurat. En svo finnst mér líka ótrúlega mikið, sko, kannski fólk er búið að gera mikið og gera margt rétt og svona samt er meltingin í ekki nógu góðum málum og þá er það streitan. Þá er það vakustögin og streitan sem fólk þarf að vinna með, sko. Já. Vakustögin er eitthvað sem hefur verið lítið. Er þið með einhver svona námskeið í sambandi við það? Nei, raunverulega ekki, en það þyrfti einhver að vera með námskeið. Já, ég hef verið með svoleiðis námskeið, sko, og bara fólk skilur ekki alveg æfingarnar sem það þarf að gera. Þú veist, ég bara að gera þetta. En
þetta er alltaf spurningin það að við höfum úthald Já, ég veit. til að halda áfram og svo náttúrulega ef að fólk hefur verið skorið upp þá getur taugin hafa verið sködduð Já, einmitt. og ég var skorin við naflasliti þegar ég bara milli 3 og 4 ára Já, og ég var saumuð rangt saman já, vegna þess að það er æð sem á að liggja vinstra megin niður líkamann hjá öllum og hún er hægra megin já, og skurðurinn var 10 spor á svona lítið barn já, vá. og það er búin að vera svo miklu samgróningar í kringum naflann og vandamál má eiginlega segja að frá þeim tíma var alltaf eitthvað að í meltingunni hjá mér. Já, hugsa Þannig sér. að það getur verið þegar búið er að crisscrossa fólk að þá er ekki allar tengingar réttar Nei, akkurat. í líkamanum þótt við viljum hafa þær þannig Já. Og líka bara stundum skilur fólk ekki að það eru stundum mjög einfaldir hlutir sem geta gert mikið ef að þeir eru gert einmitt eins og þú segir á hverjum degi í lengri tíma. Já. Eins og allir þessi snúningar og vendingar og allt þetta í sambandi Já. við vakustögina. Já. Ég mitt það sem að ég er frekar stolt að sjálfur mér af því það ég byrjaði að setja á mig bakstra 7. mars og það er bara 2 dagar sem ég hef ekki sett á mig bakstra og það er að skila ótrúlega góðum árangri. Og þetta er bara gamla góða kasturoljan eða laxeroljan sem er náttúrulega vel unnin og ekki unnin með einhverjum leysiefnum og kaldpressur og svona. En þetta er bara svona náttúrulækningar eða heimilislækningar eða hvað við getum. Þetta er bara náttúran og það er náttúrulega það sem að mér finnst vera að gerast er að það er svo mikið, við erum að leita svo meira til náttúrunar heldur við höfum gert, við höfum fjarlægst hana svo mikið. Já. Og það voru til alls konar grös eins og þú segir fjallagrös og annað þess áttar. Þú veist, mamma fór alltaf þegar ég var krakki, það var alltaf farið í náttúrulækningafélagsbúðina til að koma fjallagrös til að sjóða fjallagrasamjólk handa okkur. Já. Það var á haustin. Já. Það var svona klassískt. Þetta gerum við alltaf ef við erum með eitthvað svona, eitthvað viðkvæm í maganum eða hálsinum, þá eigum við alltaf poka fjallagrösum og vorum alltaf að fá okkur fjallagrös, settum smá engiferskot út í og smá hunang. Og svo hugsuðum við bara, okkur sjáum við ekki bara hvort að fólkið á kaffihúsinu vilji kaupa þetta. Og það er fullt af fólki sem vill pröfa þetta og kaupa þetta. Þannig að við erum bara með stórt glas og setjum fjallagrös í það, þetta lítur ótrúlega fallega út, Já. En eins og ég segi, fólki kannski kaupa þetta út af bragðinu, en mér finnst þetta samt alveg gott bragð, en við erum farin að selja svona fjallagrasa drykki og systursamlega. Frábært. Mér finnst nefnilega þetta með bragðið, Já. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að það er búið að sykra svo margt sem við erum að borða. Já. Og það er talað að það sé einhverju 11.000 matvörutegundir í svona venjulegu matvörumarkaði og það er nánast sykur í þeim öllum, líka þeim sem eiga að vera megrunarvörur. Já, einmitt hugsa sér. Þannig að fela sykurinn undir svo mörgum orðum að fólk kann ekki lengur að lesa það. Já. Það er það sem við segjum líka, að því að við gerum pesto sem er bara úr góðri lífrænni, ólífuolíu og valhnöttum og rúkóla og fólk er að tala hvað þetta er gott pesto og ég segi já, ef þú ert með gott hráefni, þarf ekkert meira, skilur það er bara þannig. Og við segjum líka stundum að við séum heppnar að hafa ekki farið í eitthvað svona kokkaskóla eða eitthvað, þá hefðu við kannski lært að finna alla hluti út, en við gerum það ekki, við gerum þetta bara eins og við myndum gera þetta heima hjá okkur. Já. Þannig að við segjum oft til fólk, já bara ef þú ert með gott hráefni þá þarf við ekkert neina rosalega galdra Nei, það er þessi árátta okkar að setja sykur út í allt og meir sem fólki sem heldur ekki grein fyrir því að í kartöflukryddunni þegar það er að kaupa franskar einhvers staðar, þá er sykur. Já, akkurat. Þannig að þú veist að það er bara búið að breyta bragðin okkar, þess að við kunnum ekki lengur að nota gamla bragðskinni, það verður horfið undir sykurleðjuna. Já. Svo er líka Vesturlöndum og þetta er náttúrulega það sem Ayurveda er svo mikið að tala að við erum svo vön bara salt, súrt
sem já, og sætt, það þetta, þessi bragð, en Já. það vantar öll þessi beiska og hvað kalla þetta pungent og allt þetta sem inn í, sem til dæmis eins og í indverskum mat og allt þetta, sem raun og veru notað sem lækningajurtir líka, sko. Já, Þannig að nákvæmlega hjá þeim hafa þeir notað öll kryddin sem lækningajurtir þeirra búið í það heitu landi og það ekki alltaf verið ískapar og eitthvað svo lest. Það bara verið hluti af því að passa upp á að drepa bakteríur og annað þess aftar með því að nota kryddin. Þannig að það svo frábært að, sko, það svo frábært að fólk sé að byrja að skilja þetta af því að þegar við breytum sko bragðsmekknum okkar og drögum til dæmis alveg úr sykri, að þá finnst okkur sko minnsta sæta í einhverju of mikil. Já, akkurat. En svona, mér langaði svo að nefna eitt að ég var að lesa sko rannsókn sem var gerð á innkaupum fólks í Evrópulöndum. Hvað það að kaupa mikið af gjörunum matvælum í hverju viku. Og þetta bresk svona úttekt sem í bók frá Veridian sem þeir láta okkur hafa. Og þá eru Bretar að kaupa sko yfir 50% af innkaupánum þeirra gjörun matvæli. Og Ísland var þarna á lista og það 48% af því sem við erum að kaupa í hverju viku gjörun matvæli. Já. Svo fyrir maður að skoða lönd eins og Portúgal og Ítalíu. Það sem þetta sko 13%, 19%, en við erum eins og Bretar og nánast eins og Ameríkanar. Já, það ekki annað að lappa í gegnum sko maturmarkað í dag til að sjá hvað mikið til dæmis af mat sem búið að elda. Já, akkurat. Og hann ansi orkulítill miðað við mat sem að þú ert með ferska vöru sem þú eldar og borðar strax. Já, akkurat. Og og alls konar tilbúnir réttir, þeir hafa ekki, sko, þeim hefur ekki fjölgað, þeim hefur offjölgað. Já, ég veit það. Það hættir að segja þetta svo. Svo eiga allir svo falleg og vel búin eldhús, en hvað verið að gera þar? Bara til þess að sýna þau, þau ekki mjög mikið. Það náttúrulega alveg horfið þetta að elda frá grunni, liggur við. Já. Þannig að það stóra breytingin. Svo ég held að við gætum verið hærri en 48%, sko, þó það segir. Já, en mér finnst þetta bara svona lýðheilsumál. Já, það það. En ég sjá lýðheilsu út frá öðrum augum heldur en til dæmis lýðheilsustofnun. Já. Það ennþá með gamla módel eða hvað þú átt að borða mikið af brauði og þessu og hinu og allir til þess að vera í réttu jafnvægi, sko. Já. Segðu mér annað, hvernig opnunartími hjá Systrasamlaginu? Það opið alla virka daga frá 10 til 5. Já, þið lokið bara klukkan 5. Já, 10 til 5, já. Já. Við vorum alltaf með lengri, vorum 11-6, en svo ákváðum við að breyta þessu eftir COVID og þetta bara virkar vel. Það bara því við erum svona kaffihúsbúð, svona dansum á milli. Og svo náttúrulega alltaf að kaupa á netinu, sko, ef maður að kaupa sér ykkur. Já. Þannig að hefur aukist verslun á netinu? Já, hún hefur gert það og sérstaklega þegar COVID-ið og vítamín og svona, hún alltaf að stækka og aukast. En eruð þið ekki opið með helgar? Ekki í bili, en við höfum verið og munum vera með meira svona námskeið og meira svona uppákomur og svona eitthvað skemmtilegt. Já, helgar það? Helgar, já. Mér finnst nefnilega svo, sko ég náttúrulega svo mikið búðakona og þetta var rosalega erfitt fyrir mig að hugsa þetta svona. En svo fór ég að hugsa, sko, af hverju má ekki breyta þessu módeli aðeins? Já. Af hverju má ekki gera eitthvað öðruvísi? Af hverju getum við ekki verið, að því við höfum verið með fyrirlestra á laugardagsmorgnum, kannski frá 10 til 2 eða við vorum með svona hugleiðslu maraþon í júlí, þar sem að við tókum heilan dag í að kynna alls konar hugleiðslur og svona gera eitthvað svona. Því að og við viljum líka svona svolítið vaksa svolítið upp, sko. Já, ég skil, já. Þannig að, en það ekkert útilokað að við opnum aftur á laugardögum, en allavega enn sem komið þá finnst okkur þetta skemmtilegt. Já, nei, ég meina það sem hefur breyst að það fleiri og fleiri verslanir lokaðar helgar út af því að vefverslunin hefur aukist. Já, akkurat.
Það er kannski það sem en það náttúrulega missir fólk af kaffihúsum hjá þér. Já, ég veit. Heyrðu, ég vil bara segja takk kærlega fyrir spjalli. Ég ætla að setja Já, inn hérna upplýsingar sömuleiðis. fyrir neðan. Já, Hvar hægt er netfangið á vefverslunni hjá ykkur já, og hvar þið eru staðsettar á Óðinsgötu 1 í já, litlu húsi með blárri framhlið. já. Jú, já. Maður leitar eftir henni, þannig þið eru ekki alveg á horninu. Nei, það Húsið- kemur þarna Nei. Hekla en það er alveg gott skilti sem að stendur út og svo Já. er þessi túrkisblái, eða hvað við að segja, já, blái litur sem Já. Mjög skerfið. Og ég bara óska ykkur báðum systrum, Guðrún ekki náttúrulega, þú tekur að tala fyrir ykkur í dag. Já, Guðrún er niður í minnu að afgreiða. Passa búðina á meðan. Já. En ég bara óska ykkur velfarnar í því sem þið eruð að gera og bara ægilega gaman að spjalla við þið. Takk kærlega fyrir. Takk sömuleiðis.